Þú mátt bara koma þér þægilega fyrir hvort sem þú situr eða liggur og ég bara legg þessa hugleiðslu og þessa bæni þínar hendur Drottinn. Ég þakka þér fyrir að það ert þú sem að stýrir þessu og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú ert hérna með okkur, að þú ætlar að vinna þitt verk hérna í kvöld. Í Jesú nafni verði þinn vilji. Og þú mátt bara draga djúpt inn andan og bara loka augunum. Og við ætlum að byrja að fara með bæn sem svona frelsisbæn og síðan ætlum við að afhenda vandan eða veikindin eða þrengingarnar eða það sem við erum að glíma við til Guðs og taka á móti hans lækningu, lausn í trú og síðan ætlum við að hlusta á Guð. Og þú mátt bara endurtaka þessa bæn í hjarta þínu, þar sem þú ert heima hjá þér eða hvar það sem þú ert stödd eða staddur núna. Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því, Jesús, að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk, Drottinn, fyrir að endurfæða anda minn núna. Takk fyrir að ég lifi í þínu ljósi, í þínum kærleika og í þínum friði alla eilífð. Og síðan ætlum ég að bjóða þér núna ef þú ert með eitthvað tiltekið í huga til að vinna með og ef ekki þá það allt í lagi. Bara segja Jesús, ég hleypi þér inn í hjarta mitt núna og ég gef þér hjarta mitt. Og ég þakka þér fyrir að þú hreinsar það og mótar það. Og í Jesú nafni þá bara afhendi þér allt myrkrið, veikindin, erfiðleikana eða þrengingarnar. Og ég bara lyfti þessu upp til þín. Og ég þakka þér fyrir að þú tekur við þessu. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú gefur mér þína trú. Að þú gefur mér meiri trú. Og þú hjálpar mér, Drottinn, að sjá auglýt þitt. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú gefur mér eyru sem heyra. Og ég trúi því að ég heyri þegar þú tala til mín. Að ég hlusti þegar þú ert að tala. Gefðu mér augu sem að sjá það sem þú ert að sýna mér. Og ég þakka þér fyrir að ég heyri í þér skýrt og greinilega. Að þú setur orð þitt í hjarta mitt.
Í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að ég heyri í þér og ég sé það sem þú vilt sýna mér. Og síðan ætla ég að biðja að ímynda þér bara að þú stígir inn í ljós Guðs núna. Guð er ljós. Jesús er ljósið. Amen. Og þú bara velur að leggjast í þetta ljós og hvíla þig þar. Og hlusta. Og ef þú ert með eitthvað til að skrifa niður það sem þú heyrir frá Guði, þá er það allt í lagi. Þú getur líka gert það eftir hugleiðsluna. Þú getur alltaf opnað augun og lokað þeim aftur og farið aftur inn í þessa hugleiðslu. Og nú ætlum við bara að taka hljóðastund nokkra mínútur þar sem við ætlum bara að vera í ljósi Guðs og hlusta. Og heilagur andi er hérna núna og hann ætlar að snerta við ykkur. Það eitt sem að heilagur andi er að tala til mín, það einhver einn inni sem að hefur verið á stöðum flótta allt sitt líf af því að viðkomandi hefur verið grimmur við sjálfan sig, hvæst á sjálfan sig, rifið sjálfan sig niður, verið með svipun á sér og í Jesú nafni
þá heilagur andi að lækna þetta núna. Og það kemur mildi og mýkt og kærleikur og sátt inn í hjarta viðkomandi í Jesú nafni. Takk heilagur andi. Og það er annað sem að heilagur andi tala til mín, einhver sem er búin að upplifa eitthvað sár úr fortíðinni út af einhverjum árásum og Drottinn og heilagur andi ætlar að lækna þetta núna og hann segir þú ert í sókn, barnið mitt, þú ert í sókn. Það er þú sem að ræðst á myrkrið en ekki öfugt í Jesú nafni og það er bara komin vernd og blessun. Í Jesú nafni. Halleluja. Takk, Jesús. Og ég skynja líka núna einhver sem er búin að vera að glíma við svona huglægt myrkur og svona ofsóknar tilfinningar einhverjar og bara heilagur andi að koma núna inn í huga þinn í Jesú nafni að þú ert með heilbrigðan huga. Þú ert með heilbrigðar hugsanir í Jesú nafni og það bara kemur ljósið frá Guði núna inn. Takk heilagur andi. Takk Jesús. Það sem kemur líka svo til mín svo sterkt er að hætta fókus á vandamálin og erfiðleikana. Ef að þú leitar mín fyrst, segir Guð, þá mun ég sjá hitt. Leitaðu bara hans, knúðu á hann. Halleluja.